Það mikið rætt aðildar viðræður núna, það eru að fara á fullt og við ætlum að fá að kíkja í pakkan samkvæmt þeim sem að stýra hér ferðinni, Samfylking og Viðreisn aðalega sem að tala fyrir þessu samfarið að þjóðin eigi skilið að fá að kíkja í pakkan, þannig þetta presentað fyrir okkur. Að við eigum að fá að vita hvað í boði og geta síðan kosið það. Og þau leggja miklu áherslu á að þetta sé ekki að vera að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það sem við erum að fara núna í þessu ári heldur þetta að vera að kjósa hvort eigi að halda áfram aðild að viðræðum. Við ætlum að sjá hérna stutt brot úr Silfri Egils eða Silfrinu á RÚV í gær eða mánudag þar sem að María Rut, þingmaður Viðreisnar, talaði. Sama hvað mönnum finnst, þá verður spurningin þessi. Eigum við að halda áfram þessum aðildarviðræðum? Ef svarið já, þá einfaldlega göngum við að samningaborðinu og loksins kannski fáum að sjá hvað raunverulega í boði vegna þess að umræðan fer alltaf út í það ekki hægt að semja, það ekki umnýtt að semja, það ekki hægt að komast að hinu að þessu. Ég vil bara ekki taka það ákvörðun fyrir einn eða neitt. Ég vil fá að sjá hvað í boði, svo berum við aftur þann samning undir þjóðina. Ég er mjög þakklát fyrir kynslóð sem tóku ákvörðanir að ganga til liðs við NATO, tóku ákvörðanir EES-samningin. Þetta eru hlutir sem ég held að við værum ekki til í að vera án í dag. Þetta eru stórar og djarfar ákvarðanir sem voru teknar fyrir komandi kynslóðir. Ég finn bara aftur að við erum að missa tökin á samkeppnisefninni þegar það kemur að því að halda unga fólki okkur hérna á landinu. Við þurfum að taka því alvarlega vegna þess að við erum með ekki stödd á árunni 1945. Það árið 2026 og ég vil líka undirstrika það að ég held að skipta ofboðslega miklu máli fyrir íslenska hagsmuni að við eigum sæti við borðið. Við tökum á móti EES-reglugerðum og það oft kvartað við því, en við eigum að eiga okkar fulltrúa til þess að gegna hagsmunagæslu fyrir Ísland. Þetta í raun og veru tvær blokkir. Það annars vegar fólk sem ætlar að hafa vit fyrir þjóðinni og hins vegar fólk sem ætlar að treysta þjóðinni. Ég ætla að treysta þjóðinni þessu. Já, eins og ég sagði þarna, þá leggja miklu áherslu á Viðreisn á það að þjóðin fái að svona vita hvað í boði og kíkja í pakkan eins og sagt En það einmitt með ákveðnum ólíkindum að það sé ekki hreinlega bara hægt að spyrja og einhver góður fjölmiðill gæti tekið það að sér að hafa bara samband við Brussel, hvort sem að það stækkunarstjóri í Evrópusambandsins eða hver það sem myndi sitja fyrir svörum þar og hann bara einfaldlega spurður í boði fyrir Íslendinga að fá einhverjar undanþágur á hinu og þessu og þeim skilmálum Evrópusambandsins sem að þeir gera í aðildarferli og þá alltaf þetta nefna það sem ofalega á baugi þetta fiskimiðin okkar sem að samkvæmt sáttmálum Evrópusambandsins eiga að verða sameiginleg öðrum Evrópusambandsríkjum gangi þjóðríki til liðs við bandalagið. Það eðlilega þrátt fyrir að sjávarútur séu að vissu leyti umdeildur á Íslandi þá held ég að séu allir Íslendingar sammála það að við viljum ekki að við töpum yfirráðum okkar yfir auðlindinu og það verði önnur þjóðríki sem fara að veiða inn í íslenskri lögsögu. Það var nú hart barist fyrir því hér á árum áður þegar að við útvikkuðum landhelgina og lendum í þorskastríðinu. Þetta eitt svona augljóst dæmi sem að ég held að við myndum ekki vilja gefa neitt afslátt af. Eins með orkuna okkar og þá hreinu orku sem er framleidd hér úr fallvötnum og svo framvegis að hún ætti ekki að undir nokkrum kringumstæðum getum við samþykkt að það verði einhvers konar markaðsvara í Evrópu sem að við höfum ráðum engu yfir verðlagningu á eða öðru eins. En Viðreisn vill þess að meina að aðildarviðræður ætti að leiða þetta í ljós. Við getum ekki bara spurt einhvern forsvarsmann sambandsins áður fyrir með aðildarviðræður hvort þetta sé yfir höfuð í boði. Það þetta það alveg eins að halda því fram að það sé hægt að fá undanþágur af umferðarreglum hjá lögreglunni í Reykjavík en þá það tómt mál að tala eða rífast það ef við getum bara spurt lögregluna get ég fengið undanþágu af þessum reglum og lögreglum myndi einfaldlega bara svara nei, það ekki í boði annarkvort já eða nei. Það einmitt vert að rifja upp gamla klippu þegar að utanríkisráðherra þáverandi Össur Skarphéðinsson sem náttúrulega frábær stjórnmálamaður var og ég fer ekkert ofan á því að hann einn litríkasti stjórnmálamaður
síðustu áratuga og gríðarlega skemmtilegu karl, en hann var utanríkisráðherra Íslands þegar við sóttum aðild þarna 2012 eða hvernig það var, eða 2011 og þá þarna hann stattur á fundi hjá Evrópuráðinu sem að Stefán Füle, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, var með honum í pallborði og Össur Skarphéðinsson ákveður á sinni alkunnu ræðusnild svona að mæra Evrópusambandið og segja þetta svo miklu snillingar hérna á Evrópusambandinu að þeir eru tilbúnir til að skoða og finna lausnir fyrir ríki sem að sækja aðild og ég er svo ánægð með hvað þeir eru frjóir í hugsun hérna á Evrópusambandinu að finna þessar lausnir og Stefán Füle, hann svara bara já, við þakka kærlega fyrir hlý orð en ég skal bara hafa alveg á hreinu, það eru engar undanþágu veittar, punktur. Skulum bara sjá hvernig þessi orðaskipti áttu sér stað á sínum tíma. I think that we can come up with a solution that suits everybody. And one of the things that strikes me with the accessions of several nations to the EU is EU's ability to come up with creative, ingenious solutions that are tailored to meet special needs without infringing on the main rules. I'm a great believer in the ingenuity of the human brain. And if I may, I'm sure we will find the necessary level of creativity within the framework of existing ECI, and also based on the general principle, which I hope very much will be sustained throughout the discussion, that there are no permanent derogation from the EU acquis. There are no permanent derogation from the EU acquis. There are no permanent derogation endalaust. Sko, já, þetta var svolítið skýrt nefnilega. Það eru bara engar varanlegar undanþágur frá skilmálum Evrópusáttmála, ýmsu sáttmála, hvort sem það er Lissabon sáttmálin eða hvað heita allir, sem að kveða á þessi skilyrði sem að aðildarríki þurfa að gangast undir. Það sem að Össur örglað svona rugla saman með að það er hægt að finna alls konar lausnir og vera með sko undanþágur í aðlögunarferli í x langan tíma, kannski 5 ár eða 7 ár eða 9 ár, það sem að ríki fái ákveðnar undanþágur og meðan það er aðlagast, en það endar alltaf í því að allir gangast undir sama regluverkið hjá Evrópusambandinu. Já, ég meina, þetta segir líka sjálft, þú getur ekkert verið með, já, þeir fá þennan passa, verða ekki hinrikinn, býtu ekki við, okkur fáið ekki. Það myndir náttúrulega bara vera upphafið að endalokum Evrópusambandsins, þó að upphafið þeim er löngu byrjað. En þetta svona, þetta eiginlega alveg skýrt, en það mætti samt alveg einhver góður blaðamaður taka sér til og kannski fá viðtal við núverandi stækkunarstjóra Evrópusambandsins og spurja einmitt nánar út í þetta, hvort að það sé ekki bara nákvæmlega saman hljóðið í kútnum eins og þegar Stefán Füle svaraði Össur Skarphéðinssyni þetta árið. Það myndi geta sparað okkur heilmikið þref og tíma í dýrmætum tíma þjóðar að þrefa aðildar viðræður hvort að fara í þær eða ekki sko. Af því að ef að svarið er einfaldlega jú, það er skýrt, það eru engar undanþágur veittar, allir þurfa að gangast undir sama regluverkið, þá er það nú alveg ljóst held ég að Ísland hefur bara hreinlega ekki efni á því að ganga inn í þetta brennandi hús sem að Evrópusambandið er. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.